Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Látum oss biðja. Almáttugi eilífi Guð, við fögnum yfir þeim sem hafa lifað í trúmennsku og dáið í friði. Við þökkum þér allar góðar minningar og lifandi vonir með oss vaka. Við þökkum þér fyrir hina dánu við í kærleika minnumst og fyrir það að þú í heilagri trú hefur gjört himininn að heimili hjartna vorra. Gefa þér megum fylgja eftir þeim sem nú erfa fyrirheitin í nafni Drottins vors og frelsara Jesú Krists. Amen. Í 90. sálmi Davíðs segir svo: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að við megum öðlast viturt hjarta. Amen. See
Í bréfinu til Rómverjana ritar Páll postuli svo: Enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef vér lifum, lifum vér drottni, og ef vér deyjum, deyjum vér drottni. Hvort sem vér þess vegna lifum eða deyjum, þá erum vér drottins. Til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna, bæði yfir dauðum og lifandi. Amen. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólar uppbrás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: hver mun velta fyrir og steininum frá grafardyrunum? En þegar það líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær: skelfist eigi, þér leitið af Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. En sjá, þarna er staðurinn, þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar Guðspjaldsins heilaga orð, og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
skín og sólarljós. Ég held ég skynji hug þinn allan, hjartasláttinn rósin mín. Kristalltærir dagardropar drjúpa milt á blöðin þín. Æsku minnar leiðir lágu lengi vel þennan stað. Krjúpa niður, kissa blómið, hversu dýrlegt fannst mér það. Finna hjá þér ást og unað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Eitt finna hjá þér ást og unað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín. Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Ritað á bók Jesaja. Þar segir ein raust, predika þú. Og ég sagði, hvað skal ég predika? Allt hold hey, og allur þess góði svo sem akursins blómstur. Heyið uppþornar, blómið visnar, því að andi Drottins blæs þar á. Sannlega fólkið hey. Heyið uppþornar, blómstrið visnar, en orðið vors Guðs varir eilíflega. Amen. Öld af öld borin og allt ber undan í sömu andrá sem áður var. Orði Jesaja í þýðingu Guðbrands yfirskrift postillumeistara Jóns, lesin kynslóð fram af kynslóð í baðstofum landsmanna á rúmhelgum dögum, en helgar og hátíðir oft í kirkjunum, jaft undir lágum súðum sem háreistum. Þessi orð liggja í hornsteini þessa Guðshús. Svona lásu og heyrðu Íslendingar erindi heilags orðs hið tímanlega og hið eilífa. Einnig hjá séra Hallgrími fær myndlíkingin lit og yfirbragð þjóðlegra hátta. Það ilmar af jörðu og töðu í bland við tregan, þegar grösin og jurtir grænar og glóandi blómstrið frítt leggst í ljána vetrarforðans vegna. Allt hefur sinn tíma og tilgang. Allrar veraldar vegur víkur að sama punkt. Fetar hann fús sem tregur hvort fellur létt eða þungt. En orðið Guðs blífur eilíflega, segir í Guðbrandsbiblíu. Allt í Guðs helgu hönd. Það var borið erindi út hingað fyrir löngu, að Alfaðir hafi í öndverðu talað það orð sem byrjaði alla veröld, og að það orð hafi tekið holdgan
og verið í heiminn borið, Jesús Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Hann dó á krossi, en fyrir oss upprisinn og ríkir í dýrð föðurins og þar eigum við heimboð hjá honum. Fyrir hans afrek erum við grædd í hans miskunn lífs og liðin. Dauði ég óttast eigi afl þitt né valdið gilt. Í Kristi krafti ég segi, kom þú sæll þá þú vilt. Brynjólfur Gíslason fæddist foreldrum sínum á annan dag jóla árið 1938 og var frumburður þeirra. Yngri bræður hans eru Valdimar og Sverrir. Foreldrar þeirra voru séra Gísli Brynjólfsson, prófastur á Kirkjubæjarklaustri og húsfreyja hans Ásta Þóra Valdimarsdóttir. Að lokinni barnafræðslu lauk hann landsprófi frá héraðsskólanum að Skógum og eftir stúdentspróf frá Menntaskólanum á Akureyri árið 1959 settist hann í guðfræðideild Háskóla Íslands og lauk þaðan embættisprófi í janúar árið 1968. Hann kenndi við Gagnfræðaskólann í Keflavík veturinn eftir stúdentspróf og hafði stundakennslu við skóla í Reykjavík meðfram guðfræðináminu. Var tíma blaðamaður á dagblaðinu Vísi, var framkvæmdastjóri félagasamtakanna Verndar árið 1967 til 1969, settur sóknarprestur í Stafholtsprestakalli þann 20. mars árið 1969 frá 1. apríl sama ár og vígður til Karlsins þann 3. apríl. Honum var svo veitt Stafholt þann 23. desember frá 1. sama mánaðar. Á árunum í guðfræðideildinni lágu saman leiðir hans og Áslaugu Pálsdóttur. Þau gengu í hjónaband þann 8. ágúst árið 1965. Frú Áslaug er mýrdælingur, dóttir hjónanna á Litlu Heiði í Mýrdal, Páls Pálssonar bónda þar og húsfreyju hans Margrétar Tómasdóttur. Börn séra Brynjólfs og frú Áslaugar eru Ásta elst, fædd árið 1965, þroskaþjálfi og kennari á Hvolsvelli. Maður hennar er Þorsteinn Jónsson verktaki og eru börn þeirra Brynjólfur, Högni og Þórhildur. Kona Brynjólfs er Anna Hafþórsdóttir og börn þeirra Högni Þór og Þórhildur. Fyrir átti Þorsteinn Ægi. Hans kona er Waleska Giraldo Þorsteinsson og börn þeirra Petra Gabriela og Elisabeth Rós. Margrét Brynjólfsdóttir er næst elst barna þeirra Áslaugar, fædd 1970. Maður hennar er Sveinn Eyjólfur Tryggvason rafvirki, en Margrét er sjúkraþjálfi og íþróttafræðingur að mennt. Þau eiga heima á Patreksfirði. Börn þeirra eru Vilborg Líf Eyjólfsdóttir, Tryggvi Sveinn, Hekla Margrét og Dalrós Ása Erla. Með fyrri manni sínum Ólafi Halldórssyni á Margrét Eddu Sól Ólafsdóttur, Sögu og Halldór Jökull Ólafsbörn. Guðný Brynjólfsdóttir og Áslaugar er fædd árið 1975. Hún á heima í Mosfellsbæ og starfar við umönnun fatlaðra, vinnustofu fatlaðra. Hennar maður er Stefán Erlingsson, garðyrkjumaður, og eru börn þeirra Kristófer og Sara. Stjúpsonur Brynjólfs, sonur Áslaugar, er Páll Jökull Pétursson, fæddur 1959, framkvæmdastjóri og ljósmyndari á Selfossi, en kona hans er Auður Ottesen, garðyrkjumaður og ritstjóri. Börn hans og Ragnheiðar Högnadóttur, fulltrúa á sýsluskrifstofunni Vík í Mýrdal, eru þau Áslaug, Guðni Páll og Fríða Brá. Langafabörnin eru orðin 4 talsins. Séra Brynjólfur og frú Áslaug héldu staðinn í Stafholti upp á landsvísu. Bjuggu með sauðfé og hross og sátu staðinn með rausn og gestrisni svo afbar. Báru fram kirkjukaffi og gerðu hvern fund og hvert erindi gesta að veislufagnaði.
Þau voru klassískir þjónar þeirrar þjóðkirkju sem ber nú óðum undan. Séra Brynjólfur var það lið í hvarvetna. Hann var stundakennari við Varmalandsskóla, auk þess sem hann sat þar í skólanefnd. Stundakennari við hússtjórnarskólan á Varmalandi og bændaskólan á Hvanneyri og á Bifröst við Samvinnuskólan. Hann sat í skólanefnd hússtjórnarskólans, var ungmennafélagi og formaður ungmennafélags Stafholtstungna frá 1970 til 1972. Hann var formaður Sjálfstæðisfélags Mýrasýslu, forseti Rótari klúbbs Borgarnes, endurskoðandi kaupfélags Borgfirðinga eins og þá hét, sat í héraðsnefnd Borgarfjarðarprófastsdæmis og í stjórn Hallgrímsdeildar Prestafélags Íslands. Félagsskyldur sínar meðal bænda og búaliða. Félagsskildum sínum meðal bænda og búaliða sinnti hann með sömu gætni og fúsleika sem hann gegndi öllum opinberum skildum. Tók fullan þátt í félagslífi sveitar sinnar, lét sér annt hag samferðafólks. Hann var ágætur smalamaður, furðulega úthaldsgóður, þó ekki væri hann alltaf heilsuhraustur, að þér sýndist. En hann var bókneigður og las mikið og víða enda vel að sér hvers kyns sögu, bæði sagnfræði og þjóðfræði, ævi manna bæði á fyrri tíð og í samtíðinni, ljóðelskur og gætti þessi predikunum hans við ýmis tækifæri og prýðilega vel heima í bókmenntum. Þessu öllu hélt hann einnig að börnum sínum. Hann var náttúru unnandi og ferðafús maður. Kenndi börnum sínum og ferðum fjölskyldunar landið, náttúru þess, menningu og sögu. Hvergi var farið svo ekki væri vitjað kirkju og kaupfélags, en við hvort tveggja var hann hollur og hafði á hvoru tveggja mikið dálæti. Það sama átti við fugla hjá honum. Á hverju voru vitjaði hann með börnunum hrafnslaupsins í kastalanum og sumrum áltarinnar í hólmanum. Þeim líður ekki úr minni þau sáu jarðrakann í fyrsta skipti. Á milli Sauðburðar og Heyjanna var vitjað ættingja og vina austur í Mýrdal. Á hverju ári, trúi ég. Hann var söngbræðrafélagi. Á meðal söngbræðra og yfirleitt á þeim vettvangi munu menn hafa kynnst þeim æringja sem hann átti til, utan heimilisins, því hann var mjög spaugsamur og hafði dálæti á snjöllum tilsvörum og fimmærabrandurum sem hann kallaði svo og hafði marga á takteinum. Og svo hvers kyns skemmtisögum sem hann kunni fjöldamargar. Séra Brynjólfur kunni þá list að tauta fyrir munni sér og var margt tautið hans á í snjalla ræðum. Þannig kom hann á framfæri því sem að koma þurfti til skila. Jæja, átti hjá honum ótal tilbrigði. Og hvað svo? Gat átt við mikla málafylgju eða lokið máli einfaldlega, fleira þurfti ekki að segja. Annars var hann prýðilega góður ræðumaður, kjarnyrtur, varaðist málalengingar, málfarið vandað og auðugt af orðatiltækjum. Hann var næmur á að hafa amen eftir efninu af stólnum, enda átt hann sjálfur börn og vissi vel þolinmæði þeirra og þarfir. Líklega átt hann oftar upptök að óknyttum heima heldur börnin, svo sem eins og púðaslag í stofunni. Og það gat komið sér vil við þær aðstæður að þurfa endilega að skreppa frá og enda þá í sjoppu upp á gúmmelaði með börnunum. Fátt þótt honum skemmtilegur en að sprengja á gamlárskvöld. Þessi kyrri maður og prúði að þér virtist. Hann var ákafur flugaldamaður og dró ekki af sér í afköstum þar. Síðast en ekki síst ber hér að nefna drenglindi séra Brynjólfs. Sem framkom með ýmsum hætti.
Hann var traustur félagsþegn og trúfastur því sem hann batt tryggðir við, vinur vina sinna en hollur öllum mönnum og tók upp vörn fyrir þá sem honum þótti á hallað allstaðar. Allt samt öfgalaust og með þeirri hófstillingu sem einkenndi hann. Með honum kvaddur dyggur félagsþegn og þjónn þeirrar kirkju sem kennd hefur verið við þjóðina og raunar prýðilegur fulltrúi hennar. Þeir einir missa sem eiga og til þess sem oss hefur gefist finnum mér vér missum. Treginn segir til þökk. Því felum vér Brynjólf Gíslason Guði með þökk fyrir hann og vér biðjum ástvinum hans huggunar og blessunar, einkum öllum góðum minningum hann. Hann andaðist á Akranesspítala þann 7. september síðastliðinn. Daginn eftir hann lagðist þar inn, leystist frá lífinu vafningalaust eins og hann gerði flesta hluti. Guð blessan, liðinn sem lífs, í fögnuði Herrans. Grasið visnar, blómin fölna þegar andi Guðs blæðist þar á. Grasið visnar, blómstrið fölnar, en orðið vors Guðs blífur ævinlega. Amen. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í öndverðu enn, og mun verða aldur og að eilífu. Amen. Takið svo kveðju postulans. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleikur Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Amen. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss.
Frelsa oss Drottinn meðan vér vökum, varðveit þú oss vér sofum, svo að vér vökum með Kristi og megum hvíla í friði. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjunum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Frelsa oss Drottinn meðan vér vökum, varðveit þú oss vér sofum, svo að vér vökum með Kristi og megum hvíla í friði. Dýrð sé Guði Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður, og aldir alda. Amen. Frelsa oss Drottinn meðan vér vökum, varðveit þú oss vér sofum, svo að vér vökum með Kristi og megum hvíla í friði. Látum oss biðja. Eilífi Guð, sem þekkir allt það sem hulið allt hefur skapað og vald hefur yfir lífi og dauða. Þú stígur gegnum hlið heljar og leiðir út þaðan. Þér skulu þakkir færðar fyrir allt. Fyrir inngönguna í þennan heim og fyrir burtförina úr honum í von upprisunar. Þér blessum komu sonar þíns í heimvorn og barnaréttin sem við eigum í honum, sem vitjað hefir vor og afrekað hefur oss laust frá þjáningum. Meðtak þú Drottinn í heilaga gæslu þína sálu þessa barns þíns, séra Brynjólfs Gíslasonar, og veit honum hvíld í samfélagi þinna heilugu, til upprisu dagsins mikla sigurs. Hugga þá sem syrgja og gef þeim alla himneska náð og blessun hér og í komanda heimi. Því að þú ert miskunnsamur og gæskuríkur. Þér fórnum vér dýrð og vegsemd og tilbeiðslu nú og að eilífu. Amen.
Lesum saman bænina sem Drottinn sjálfur hefur kennt oss. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ert þú kominn. Af jörðu skalt þú aftur verða. Af jörðu skalt þú aftur upprísa. Amen. Hér við skiljumst, en hittast munum á feginstegi fyrra. Drottinn minn gef þú dauðum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.
Já, fáður. Ég tók þetta því við vorum úti.